Bjarki og fékkst loksins alvöru tækifæri núna á móti Noregi, hvernig fannst þér að tekja það? Bara sumt sem ég vilja geta gert betur og sumt sem ég mjög ánægður með. Ánægilegt að fá loksins langar mínútur með landsliðinu, fengi þarna sirkvotn hálfleikinn og langt sem ég fengi það, þannig að ég er bara sáttur. Þýttir að gefa þér smá sjálfstraust að ekki nýtt þjálfarinn og hann hendiði strax og gefið fleiri mínútur? Já, það er náttúrulega bara jákvætt sko og ég hef alltaf verið með mikið sjálfstraust og það er svo sem breytir ekkert öllu á þessi nýtt þjálfari en jú, auðvitað er gaman að fá loksins mínútur. Hvernig hefur hann komið inn í þetta? Bara vel sko. Við erum alltaf ekki búin að ná mörgum æfingum með honum. Ég held að við erum búin að ná einhverjum 3 æfingum, þannig að við erum bara ennþá að læra inn á hann og hann inn á okkur og það tekur örugglega einhvern smá tíma en mér líst bara mjög vel á sem hann lagt til núna til að byrja með. Hverjar nýjar áherslur sem þú hefur tekið eftir svona lítinn tíma? Já, hann er aðeins að reyna að skerpa á varnarleiknum og svona, breyta aðeins áherslum og svona. Hann er alltaf með sínar hugmyndir í sókn og hvernig á að gera hraðaröflug og annað en jú, það er alveg sumt sem maður tekið eftir sem öðruvísi. Þarf að hafa ykkur áhyggjur eftir þessa Noregsleiki að þínu mati? Nei, ég myndi ekki halda það sko. Þeir eru náttúrulega eins og margoft búið að ræða að þá eru þeir voru að keppa miklu meira en við og áttu þarna erfitt kvali og eiga að vera erfitt kvali núna helgina og við vorum meira bara flýttumst rétt fyrir leikina og lítill tími til þess að koma einhverjum áherslum inn og svona, þannig að ég held að það var ekkert að hafa neina stóra áhyggjur af þessu.